Björgunarsveitir hafa verið kallaðar út á Norðurlandi í hvassviðri sem gengur yfir landið. Þakplötur fjúka og nær öllu innanlandsflugi aflýst. Donald Trump flaug oftar með einkaþotu Jeffreys Epsteins en áður var talið. Þetta kemur fram í nýjustu Epstein-skjölunum sem voru birt í gær. Jólin eru komin aftur til Bethlehem. Síðustu 2 ár hafa ekki verið tendruð jólaljós þar vegna stríðsins á Gaza. Von á allt að 80 gestum í jólamat hjálpræðishersins í Reykjavík í kvöld. Einmanna fólk og efnaminna sérstaklega boðið velkomið. Mjófirðingar eru fyrir löngu orðnir vanir því að gera hlutina tímanlega fyrir jólin og miða skipulagið við ferjusiglingar. Þeir eru spenntir fyrir nýjum göngum. Komiði sæl. Appelsínugul viðvörun í gildi á Norðurlandi og miðhálendinu vegna hvassviðris. Gul viðvörun við Breiðafjörð, Vestfirði, Austurlandaglettingi og á Austfjörðum. Aukin hætta á skriðuföllum vegna úrkomu og líkur á krapaflóðum þar sem snjór í giljum. Grjóthruns hætta á vegum undir bröttum hlíðum. Landsnet varar við mögulegum rafmagnstruflunum á Norðurlandi vestra þar sem rafmagnslínum gæti slegið saman. Nær öllu innanlandsflugi til og frá Reykjavík var aflýst í morgun að frátöldu flugi til Egilsstaða. Og Ólafur Rún Erlendsdóttir fréttamaður, þú ert búin að vera á ferðum Norðurland í morgun. Hvernig veðrið núna? Já, það tekið að hvessa dálítið hressilega. Mér svona sérstaklega síðasta kannski klukkutíman eða 2 sem það hefur farið að blása allverulega. Við Kristófer Óli Birkisson tökumaður erum búin að vera á ferðinni í morgun hérna á milli Akureyrar og fórum inn í Hörgársveit og út á Hjalteyri og þar var eiginlega eins gott að vera bara með báðar hendur á stýri og halda dálítið vel af því að það komu mjög snarpar vindhviður þar. Og það var einmitt þetta útkall sem var nefnt hérna áðan á bænum Syðri Reistará sem var þarna bara rétt hjá okkur þegar við áttum leið þar þannig að við komum við þar og töluðum stuttlega við björgunarsveitafólk og eins og þið sjáið í viðtalinu að þá var ansi hvasst þarna. Við fengum bara útkall núna að þakplötur var að fjúka af á þessari hlöðu hérna og það þyrfti eitthvað að koma og hjálpa þessu. Einmitt, og þið eruð að verða nokkurn veginn búin að tryggja þetta núna, eða ekki? Jú, nú sýnst það. Hvernig gerið þið það? Við erum að skrúa þetta tommuborð og loka því sem hægt er að loka. Aðstæðurnar eru þannig að við komumst upp á og gátum tryggt mannskapinn upp á þaki. Þannig að já, við erum að reyna að loka þessu eins og við getum, þannig að það springir ekki eitthvað meira. Nú er að verða bara eiginlega fyrst manni hvassara hérna með hverri mínútunni sem líður. Við erum að færa okkur. Já, þarna voru björgunarsveitir frá Akureyri og Dalvík að störfum og ég er einmitt komin hérna í höfuðstöðvar Súlna á Akureyri og varaformaðurinn er hjá mér. Segðu mér Elva, er búið að vera mikið að gera til viðbótar við þetta útkall í morgun? Nei, það er blessunarlega kom bara eitt lítið útkall ofan í þetta, lítið fóktjón hérna innan bæjar, en annars hefur verið svona tiltölulega rólegt hingað til. Þessi leiðinda veðurspá hefur náttúrulega legið fyrir núna í dálítinn tíma og þið eins og alltaf þeirra svona væntanlega í starthólunum og þið virkjuð það ekki aðgerða stjórnina í morgun? Jú, hún var virkjuð klukkan 9:30 vegna þess að útkalls á Syðri Reistará og henn var lokað núna bara rétt fyrir hádegi þar sem öllum verkefnum var lokið en við erum að sjálfsögja áfram í viðbragðsstöðu og klára kallið kemur. Einmitt, og það er bara á að vera eiginlega áfram mjög erfitt veðrið hérna á okkar svæði og fólk er svona á aðfangadag í síðustu reddingunum. Það er verið að fara að kaupa 1 lítra rjóma og fara með síðustu pakkana og svo einhverjir sem er að fara hérna á milli kannski næstu sveitafélaga sem ætla að eyða þar aðfangadagskvöldi. Hver eru svona ykkar tilmæli til þeirra sem að verða að vera á ferðinni og eftir eða í kvöld? Við hvetjum bara alla eindregið til að fylgjast vel með veðurspá og ferð á vegum og bara gæta fyllsta öryggis eins bara fyrir þá sem eru heima fyrir eða að fara heiman eða binda vel niður alla lausamunni reyna að forðast fóktjónin. Einmitt, en þið hérna í Súlum þið fóruð í eitt svona aðeins skemmtilegra og jólalegra verkefni í morgun. Já, við förum alltaf aðfangadagsmorgun og aðstöðum jólasveinana við að keyra út pakka til bæjarbúa. Þetta vekur alltaf jafn mikla gleði og hamingju. Einmitt, og það svona mátti kannski ekkert miklu munna að þau kæmust í þetta í morgun vegna veðurs en við vorum á ferðinni á sama tíma og þessir jólasveinar og hittum aðeins á það og tókum á tali.
þið eru hérna bara með fylgdarlið með ykkur, þið eru hérna björgunarsveitabíl frá björgunarsveitinni Súlum. Hvað? Það er svo mikið að gera hjá okkur að við þurfum að fá aðstoð hjá þeim. Já, sko, fullt að gera, sko. Já, alveg brjálega að gera og við erum að dreifa þessu dótri og svo vonandi þurfa þau ekki að fara og bjarga einhverju fólki. Já, helst ekki, við erum bara heima hjá okkur, sko. Já, þá verðum við að fresta jólunum. Við viljum ekki gera það. Já, það er alveg möguleiki. Það er ómögulegt. Allavega einhverju pökkum. En sko, þið eru hérna í hífandi roki og þetta er alltaf skrítið veður. Það er svona hlýr vindur á okkur. Er þetta eitthvað sem þið kannist við á ykkar langa ferli? Nei, aldrei séð svona áður. Ekki kannski alveg nákvæmlega svona, sko, en maður lett samt alveg ímsi á öllum þessum árum, sko. En það kom ekki til greina að fresta þessu vegna veður? Nei. Það er ekki spurning. Þess vegna erum við svona góðum bíl, sko, í þessu veðri. Veðurviðvaranir ekki lengur gildir hér við Faxaflóa eða á Suðurlandi og Kjalarnesi þar sem oft blæs duglega. Já, það er nú næstu því bara logn, 4 metrar á sekundu en það er nú aðeins hærra í Kviðum undir Hafnarfjalli. Theodór, hvar er versta veðrið? Já, versta veðrið er náttúrulega hvað var það vind á Norðurlandi og Vestfjörðum. Þar sjáum við hæglega vind vera að fara í Kviðum yfir 40 metrar á sekundu, staðbundið náttúrulega. Þetta er allt landslagið sem að stjórna því hvernig það er. En það er náttúrulega ýmsa hyggja líka í þessu. Þetta er mikið vatnsveður líka. Hætta á náttúrulega vatnavöxtum og skriðuföllum. Það er náttúrulega erfiðar að sjá það kannski fyrir, sko. En já, ég myndi segja að norðanvert landið er auðvitað leiðilegt veður allt land og lítil jólastemning í þessu. Þar eru viðvaranir í gildi, þar eru hvað appelsínugular og hvað standa það lengi? Það eru náttúrulega appelsínugular á miðhálendinu og á Norðurlandi veströndum og Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra og þær síðan bætist við á Vestfjörðum í kvöld. En í öðru landslutum að þá eru gular viðvaranir á lægra stigi og í öllum landslutum nema á Suðausturlandi. Þannig að það er allt landi sem að fær svona... Til hádegis á morgun? Já, sko, margar þessum viðvaranir detta út í kvöld og nótt. Svo tínaði tölunni smá saman á morgun. Þakka fyrir þetta, Theodór, og þetta er alltaf ágætis áminning að kíkja á veðurspá áður en lagt af stað og gott að hafa í huga að aka varlega. Þá fyrir við út í heim. Oftar er minnst á Donald Trump en áður í nýjustu Epstein-skjölunum sem voru birt í gær. Hann flaug meðal annars oftar með einkaþotu Epsteins en áður var talið og enn stendur til að birta fleiri skjöl. Frestur dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna til að birta öll Epstein-skjölin rann út á föstudag. Þá var birtur sægur skjala en þó ekki öll og töluvert af upplýsingum hafði verið máð út sem hefur verið gagnrýnt. Athygli vekur að nafn Trumps var ekki fyrirferðarmikið. Mörg þúsund skjöl til viðbótar voru svo birt í gærkvöld. Eins og segir í þessu skjali sem hefur að hluta verið afmáð, telur saksóknari í New York að Trump hafi flogið 8 sinnum borð í einkaþotu Epsteins árin 1993 til 96. Ghislaine Maxwell, kærasta og samverkamaður Epsteins, var í þotunni í 4 ferðana. Stundum voru Epstein og Trump einu farþegarnir og að minnstakosti einu sinni var 20 kona með þeim. Nafn hennar hefur verið afmáð. Saksóknari telur einnig að í 2 flugferðum hafi verið konur borð sem síðar gætu hafa borið vitni gegn Maxwell. Hún var dæmd fyrir nokkrum árum fyrir aðild að barnaníði kærastans. Trump og Epstein voru félagar á 10. áratugnum, en Trump segist hafa slitið vinskap við hann og sagt að hann væri óþverri. Segja má að birting Epstein skjalana hafi átt að skera úr hvort þeir hafi verið nánari en Trump hefur látið í veðri vaka. Hingað til hefur engin bein sönnun glæpsamlegt athæfi Trumps birst og í raun hefur gustað minna hann en margir eða til vill töldu. Trump-stjórnin sætir þó einna helst gagnrýni fyrir að hafa ekki birt öll Epstein-skjölin á tilskildum tíma og án þess að nokkuð hafi verið afmáð, en stendur svo til að birta meira. Eftir 2 ára myrkur hafa jólaljósin verið tendruð í Betlehem, fæðingarborg Jesú Krists. Eftir 2 ára hlé aftur bjart yfir Betlehem. We are sending messages of hope for the locals so they can continue going, and also from Bethlehem to all other Palestinian cities including Gaza, and from there to the entire world, to send that message that we want peace, we want life. Ákveðið var að endurvekja jólin eftir að vopnahlé náðist á Gaza.
Síðustu 2 ár hafa verið afar erfið enda lítið ferðamenn sem almennt halda borginni uppi. Betlehem undir hernámi Ísraels og við hana liggur aðskilnaðarmúrinn sem Ísraelar byggðu. 90% tekna koma frá ferðamennsku. The unemployment rate jumped from 14 to 65%. Poverty rate touched 65%. The people left Bethlehem. We had lost approximately 4,000 people leaving the city. 1,000 of them are master degrees and higher. So it's a brain drain for the city of Bethlehem, and it's not good for Bethlehem and for Palestine. Jólahátíðin mikilvæg íbúum í grennd við fæðingarstað frelsarans og margir kristnir palestínumenn ferðast þangað jólin. كثير شعور مؤثر وحلو، احنا متعودين دائما نيجي على بيت لحم واخر 3 سنين ما صحلناش طبعا عشان الظروف. شعور رائع كثير حلو انه نشوف المدينه رجعت تبني حالها وانه الناس جاي تشجع الاقتصاد بالمدينه. It's beautiful. After the war there was a ceasefire. You can see the town come alive again. Everyone's happy, everyone's coming out to celebrate, no matter religion, no matter stance, everyone is here. 70 til 80 manns halda jól hjá hjálpræðishernum í Reykjavík, álíka margir og undanfarin ár. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, þú ert í herkastalanum við Suðurlandsbraut. María, hvernig gengur undirbúningurinn? Já, ég get alveg sagt það að hérna hinn sanni jólandi nærri því áþreifanlegur. Það verið að elda mat og það búið að leggja á borð og hér hjá mér stattur Lárus Óskar Sigmundsson. Þú ert flokksforingi hjálpræðishersins í Reykjavík. Lárus, getur sagt okkur aðeins hvernig dagskráin verður hérna í kvöld? Já, ég allan búin að setja sundin á mig og ég fæ tækifæri á því að elda kjötið. En það hún Anita Wojciak, bakgrunn okkar sem hefur séð eiginlega aðalega matseldina fyrir okkur. Við erum búin að dekka hérna fyrir 80 manns og ætlum að bjóða upp á hægalda lambalæri og við ætlum að bjóða upp á hamborgarhrygg og reyktan kjúkling og allt meðlæti með því. Og svo ætlum við að dansa kringum jólatrið eftir það og svo getur fólk setist niður og spjallað og spilað og þannig að þetta verður notaleg stund. Er þetta sama fólki sem kemur til ykkar ár eftir ár? Já, mestmegnis. Það kom alltaf ný andlit en það mestmegnis sama fólki sem kemur. Þið leggið sérstaklega áherslu á að ná til þeirra sem eru einmana. Já, við gerum það því að við sjáum að fólk einmana jólin og þá einmitt gott tækifæri fyrir þá sem eru einmana að geta komið hingað og átt notalega stund saman og ekki þurfa að vera ein. Voru allir búin að skrá sig fyrirfram með að taka líka móti þeim sem að dúkka upp á síðustundu? Já, til að hafa eitthvað ramma þá þurftum við að hafa eitthvað skráningaform en það koma alltaf einhverjir nýjar inn. Svo fjöldi sjálfboðaliða. Eru þeir kannski líka einmana? Já, við verðum örugglega með svona 15 til 20 sjálfboðaliða sem ætla að koma hér í kvöld og aðstoða og þeir sum af þeim eru þurfandi. Þakka fyrir þetta, Lárus. Og við höldum okkur áfram við frumkraft jólanna, kærleikan. En margir nota daginn í dag til að vitja leiða látinna ástvina. Og í Fossvoginum fréttamaður okkar Erla María Davíðsdóttir. Erla, mikil umferð garðinn? Já, þrátt fyrir roku og rigningu þá hefur talsvert af fólki hérna að leggja bæði kerti og skreytingar og leiði hjá látnum ástvinum sem hér hvíla. Garðinum var lokað núna klukkan 11 í morgun fyrir bílaumferð, svona venju samkvæmt og lokunin varið til klukkan 2. En hjá mér hann Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur prófast dæma. Hvernig hefur þetta svona gengið í dag og undanfarna daga? Það er bara gengið ljómandi vel. Fólk hefur ekkert látið veðrið á sig fá. Það hefur endar dreifst traffíkin. Það hefur haft mikið að segja að veðrið í dag hefur verið svona rok og rigning svolítið. Þannig að fólk hefur verið haft aðeins fyrir neðan sig og búið svolítið í hæginn og verið að koma fyrr og jafnvel sumir eitthvað milli jól og nýjárs. En við viljum svona beina því til fólks vegna þess að garðarnir eru sérstaklega viðkvæmir núna á þessum tíma þegar að grasið eru svo blautt að halda sig svona innan stíga, ekki vera að keyra út fyrir grasið. Það hefur verið eitthvað utanvegaakstur þá? Já, sem betur verið mjög lítið, en fólk tillitsamt almennt, en auðvitað hefur það gerst, já. En ef að fólk þarf aðstoð við að koma sér inn í garðina, þá hérna fólk allavega til 2 í dag og svo endilega náttúrulega milli jól og nýjárs, að þá getur fólk óskað eftir aðstoð við að fara inn í garðin. Takk fyrir þetta, Ingvar, en þá látum við svo bara lokið hérna úr Fossvogskirkjugarði. Takk fyrir þetta, Erla María Davíðsdóttir.
Mandarínur, möndludropar og jólagjafir voru meðal þess sem viðskiptavinir Kringlunar keyptu í morgun á síðustu stundu. Og í hvaða erindagerðum ert þú hér í Kringlunni á aðfangadagsmorgun? Ég vantaði 2 hluti, þannig ég er að fara að sækja þá í eina búð. Og það gjafir? Já. Leita einni bók sem ég held að sé uppselt og einni gjöfu viðbót og svo vantar mig eitthvað í matinn. En þá? Hvað er í matinn? Það er hreindýr en það þarf að vist eitthvað meira, meðlæti. Svo vantar mig, hvað vantar mig? Mandarínur, já. Engin jólan mandarína. Það er bara síðasta. Möndludroparnir út í hvað heitir það? Rjómagrautin, grónagrautin. Já. Það er bara svona síðustu. Enga gjafir eftir? Nei, það held ég ekki. Hverju að vera að redda? Það er bara seinustu jólagjöfunum. Já, seinustu jólagjöfunum. Og eru þið alltaf á síðustu stundu? Nei, reyndar ekki. Bara núna sko. Herru, við erum að klára síðustu gjöfuna. Ná í hana. Og á eftir að kaupa eitthvað í matinn? Nei, allt tilbúið. Bara þessi eina gjöf sem er eftir. Og fyrir hvernig er gjöfin? Herru, má segja það. Hún er fyrir einn úr fjölskyldunni, allavega. Akkur er þetta svona á síðustu stundu? Því ég er bara slagur. Mér finnst þetta bara næs að vera úti á aðfangadagsmorgun. Ég er búin að drekka kaffi nýr í bæ og svona. Bara hafa það hugulegt. Ekkert mikið stress. Það get ekki allir reddað sér út í búð á síðustu stundu fyrir jólin. Þeir eru meðal mjófirðingar sem geta hvorki stokki út í búð eða með pakka í póst kortir fyrir jól. Þeir eru vanir takmörkuðum samgöngum og undirbúa jólin í tæka tíð. Við flytjum bara allar nauðsynjar yfir þennan tíma sem þarf fyrir hér íbúan í Mjóafirði. 8 mánuði á ári siglir flóabáturinn Björgvin tvisvar í viku á milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar og með honum póstur, vistir, tæki og tól. Það er náttúrulega bara allt frá pillunum sem er í apótekinu og mjólkinni og sexhjólinu, raflínustöðrunum og rafstöðina og svo allt þar á milli, svo náttúrulega farþega sem eru. Mjófirðingar þurfa því snemma að huga að öllu fyrir jólin og er lítið við því að gera ef það gleymist að kaupa rjómann í jólasósuna. Það kemur aldrei til mála af því að við byrgjum okkur bara upp. Það er bara svoleiðis, við erum vön þessu. Þannig er þetta ekki svo mikið mál. En þeir sem er ekki vanir þessu, hjálpið þeim allir heilagir, þeir eru allavega þurfa einn vetur til þess að venja svona. Og samgöngur til Mjóafjarðar séu takmarkaðar við færð og ferjuferðir, sér Sigfús í því ákveðna kosti. Það er mjög gott að hafa þetta svona á veturnar því að þá spörum við svo mikið. Þá þarf ekki að fara í kaupstað og velja sér eitthvað, maður bara gerir það heima og ekkert mál. Þrátt fyrir að hafa vanist núverandi fyrirkomulagi eru heimamenn ansi spenntir fyrir bættum samgöngum. Og ég þarf ekki áhyggjur af því, ég er orðinn það gamall, ég er komin á eftirlaunaaldur. En að öllu gamni sleftu þá er náttúrulega göng eitthvað sem bara við bíðum eftir hér sko. Fyrst að þessi ráðherra er búin að gera þetta, að hann er búin að blása af í bili allavega þessi Fjarðargöng, þá eigum við að hafa vita því að vera saman. Þetta er svo mikið breyting til þess betra, bara öllu leyti, ekki síst samfélagslega áhrifinu er alveg gífurleg. Það get ég alveg fullvissa allum sem vilja hlusta á mig. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í fréttatímanum. Björgunarsveitir hafa verið kallaðar út á Norðurlandi í hvassviðri sem gengur yfir landið. Þakplötur fjúka og nær öllu innanlandsflugi er aflýst. Donald Trump flaug oftar með einkaþotu Jeffrey Epstein en áður var talið. Þetta kemur fram í nýjustu Epstein-skjölunum sem voru birt í gær. Jólin eru komin aftur til Bethlehem. Síðustu 2 ár hafa ekki verið tendruðu jólaljóstar vegna stríðsins á Gaza. Von er á allt að 80 gestum í jólamat Hjálpræðishersins í Reykjavík í kvöld. Einmannafólk og efnaminna er sérstaklega boðið velkomið. Og þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir okkar verða í útvarpinu klukkan 4. En það verður fréttavakt á RÚV.is í kvöld og í nótt. Takk fyrir samfylgdina, hafa það gott og gleðileg jól.